Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Kom daginn. Já, góðan daginn. Hvað segirðu gott? Bara fínt en þó. Ég elska að ég heyri aldrei í þér, skilur. Ég myndi aldrei eitthvað vilja tala við þig á milli þátta af því að þú veist, við þurfum að geyma það for the pod. Ég náttúrulega skildi þetta núna eins og þú heyrir ekkert í mér í podcastinu. Ég bara, ok, þá laga ég mækinn. Nei, just þess að í vikunni þá ég held að Flóki hafi verið eitthvað að tala um þig eitthvað. Ég held að kannski við hringjum í alveg núna og svo alveg, nei, ég vil ekki tala um hann strax. Og svo núna man ég ekkert hvað ég ætla að segja, skilur. Herðu, þú mátt nú alveg Það hringja flott. mig og bara gefa mér tækifæri á að tala við börnin, sko. Ég þarf ekkert að tala við þig. Nei, reyndar Flóki var með eitthvað hugmyndir í gær. Hann sagði, já, mamma, ég vil svolítið ræða þetta í falsfréttum. Ég held, þú ert Já. ekki að fara að vera eitthvað alltaf hérna. Hvað vildi hann ræða? Hann ætlaði að tala um krakkaskaupið. Já, ég þarf kannski að horfa á það. Já, ég held að hann sé ekki alveg að átta sig á hérna hvað fólk vil heyra. En reyndar ég held að vilja bara allir heyri í honum saman hvað hann muni segja. Ég vil ekki að fólk sé að cancela mér fyrir að vera að láta barni eitthvað hérna, barnaþrælkun og lefa honum að tala hans í mikrofón. Já, einmitt, sko. En, Það er svona, já, you can never do anything right, sko. nei, With those children. mér langaði að byrja á leiðréttingu. Já, ok. Þarf þú ekki að leiðrétta eitthvað Hvað? sem að urður af öllum manneskjum klokka ef ég var að edita þetta og ég fattaði ekki neitt. Þetta er ekki eitthvað svona sem að urður af öllum manneskjum. Hún alltaf Samfélkingarkon. Ekkert bara samfélking, heldur bara anskotans helvítis pólitík. Já, en sorry, nú ert þú bara að nálgast 30-aldurinn, sko, og það gengur ekki að vera ekki inn í pólitík að eilífu, sko. Nei, ég er að segja að þú veist, ég er alveg inn í pólitík eða sinna ég veit hvað flokki myndi kjósa og allt þetta, skilur við. Ég vona það. En ég er ekki inn í pólitík eða sinna ég er að mæta á einhverja, þú veist, ráðsfundi eða eitthvað eins og urður er að gera, skilur við. Ég veit það, en mér finnst þú alltaf bara eitthvað leið og að nefnt pólitík og ég bara svona... Já, af því að það er ekki til neitt leiðilegra en að tala um pólitík. Nei, en við búum svona á þannig tímum núna þar sem að bara verður að ræða þetta og verður að vera, þú veist, bara fyrir mér þá verður að vera áhuga á þessu því að annars er allt að fara til fjandans eins og mamma sagði. Þú veist, eins og þetta hérna, það sem við erum komnar út í núna, eitthvað svona allt að fara til fjandans, eitthvað svona bla bla bla, þú veist, ég er bara svona, þú veist, já, og hvað? Já, Nei, ok, ætlarðu þá bara að fylgjast með því að fara til fjandans? ég nenni ekki að tala um það, þú veist, í alvörunni. Nei, og ég er að segja, það er ekki hægt að vera, ef allir væri þannig, þá væri allt fljótara að fara til fjandans. Já, en það er ekki allir þannig, þannig að við þurfum ekki að vera eitthvað hvað ef allir væri þannig. That's not the case. Nei, en eins og bara núna í Bandaríkjunum, hvenær er nóg, skilurðu? Ætla fólk ekki að gera neitt, skilurðu? Jú, bara Bandaríkjamenn verða hægt að kjósa eitthvað appelsínugula hálfvita til þess að vera fórsetið, skilurðu. En það er samt málið að í næstu kosningum þá er ekkert víst að það haldi, skilurðu. Já, ég nenni ekki að tala um þetta. Þú veist, it's not my issue. Nei, en þú nennir ekki að tala um þetta því að þú veist ekkert hvað þú ert að tala um, það er vandamálið. Af hverju á ég að vita eitthvað um stjórnmálin í Bandaríkjunum, Lovísa? Sjá, ég er að segja að þetta er vandamálið. Allavega, move on. Why is this an issue? Ég er að segja, þetta er Þú býrð þarna, sko, ekki ég. Já, en ég bý ekki á Íslandi, ég er samt meðvituð hvað er gangi þar, ég er meðvituð hvað er gangi í Og af því alls þú konar ert löndum. Íslendingur. Já, ég er meðvituð hvað er gangi á Norðurlöndum og í NATO og allt þetta, skilurðu. Ég er að segja, þetta er vandamál. Þá þurfa allir að vera meðvitaðir hvað er gangi þegar við erum bara að sigla inn í 3. heimsstyrjöldina. Fucking somebody sedate me, sko. En sko, á Íslandi að tala um seinni heimsstyrjöldina sem ég elska, þú veist, það var mjög mikið bjartsýni að yrði aldrei nein önnur af því þetta var bara seinni heimsstyrjöldin. Elva Falsdóttir.
mamma, þú þarft að gera eitthvað í þessu. ef ég myndi brjóta af mér, skilurðu, og það væri eitthvað svona, þú veist, ok, nei, segjum að ég myndi drepa mann, þá myndi ég án jokes frekar vilja fara á Litlahraun for the rest of my life heldur en að tala um pólitík. Nei, ok, ég er að íkja núna. Ég ætlaði líka bara að segja, ok, langaði að fara að tala Nei, Litlahraun. Það er líka fullt í gangi þar sem að við þurfum að ræða. Djók. Já, þú veist, ég er ekki, þú veist, ég er ekki fáfróð, ég veit allt sem ég þarf að vita og ég veit allt, skilur, þú veist, ég hef kynnt mér, þú veist, allt og svona, sérstaklega fyrir kosningar og eitthvað svona, when it's time, skilur, to step Já, up to the en plate. Og það svo finnst mér vera- kýs ég fólk, hlustaði, svo kýs ég fólk og ég kýs eitthvað flokk og eitthvað bla bla, á ég þá ekki bara að treysta þessu flokki til þess að gera það sem ég sögðist til að gera. Akkur þarf ég að fylgja þessu eftir næstu 4 árin. Af því að fólk lýgur kosningalóður alltaf, skilur, það þarf að halda fólki við. Já, Ef og við erum hvað á ég alltaf þá að bara gera? Ha? En þú veist, genuinely, hvað á ég að gera ef ég kýs, þú veist þetta, ég er ekkert feimnismál, ég kýs samfylkinguna og mér finnst það ekkert feimnismál eða ég skammast mér neitt fyrir það neitt svoleiðis, þú veist, eina sem ég veit og eina sem að ég vill þurfa að vita er að, þú veist, ok, ég veit að ég á fullt af frændfólki sem að kýs fucking sjálfstæðisflokkin og þeir sem kjósi sjálfstæðisflokkin muniði bara setja XS þegar þið farið að kjósa. Setið X við S. Nei, þú veist, ég veit að það er fólkina sem kýs sjálfstæðisflokkin sem hlustar á þetta og þú veist, Gerið það þá Fucking- fyrir ykkur. Ég hef ekkert á móti ef að fólk kýs það sem vill kjósa fyrir, þú veist, sína eigin hagsmuni en ekki kjósa eins og mamma og pappi eða eitthvað svona myndi ykkur skoðun fyrir ykkur sjálf og hvað þið viljið sjá já, fyrir heiminn. Allavega. Og ég ég bara, bara- þú veist, það sem ég fíla ekki við pólitík er hvað þetta fucking splittar öllu fólki upp, skilur þú veist, og talandi um fjölskyldun okkar, við erum alveg bara svona, þú veist, við erum svona vinstri sinni, eða svona, erum við ekki vinstri sinnið? Ef það er samfylkingin, er hún í miðjunni eða? Ok, allana, whatever. Hún er til vinstri, Ég er það Elva. ekki. Já, ég veit, ég sagði rétt. En svo er líka, þú veist, og mamma er alveg bara svona vókal hvað hún er, skilur, anti-sjálfstæðisflokkurinn. Og eiginlega, sko, 90%, eða ekki 90%, en mjög stór partur af fjölskyldunar mömmu er hægri sinnuð og alveg bara svona vókal í hægri sinnuð. Og þegar ég sé kommentin hjá, þú veist, mömmu og frændum hennar, back and forth, þeir sem eru skild mér veit nákvæmlega hvaða fólk ég er að tala um, ég fæ bara svona, oh my god, þú veist, ég er bara ánað að sé ekki jólabóð eða eitthvað í þessari fjölskyldu, út af því ég myndi ekki vilja mæta, út af því að það yrði bara að tala um pólitík og ég myndi ekki nenn að koma. Fattarðu mig? Þú veist, ég fíla ekki þennan part um pólitík að það er bara frændfólk sem er bara, þú veist, andum hvort annað, er að rífast á opinberum miðli hvað er rétt og rangt varðandi hvað á að gera og eitthvað svona. Ég bara, ég nenniði bara að rifja upp hvað var gaman þegar þið voru öll unga leik ykkur hjá og afa eða eitthvað, þú veist, af hverju, why are we fighting in the comments? Þarna er kommentakerfi vandamáli og oft á tíð mamma ekki að hafa stjórnar sér. Tjók. Ekki bara mamma, sko, bara fullt af fólki. Ég veit Og þú veist, það. Þetta væri slæmt ef að mamma væri að tala við sjálfa sig í kommentarkerfinu, en það eru ritgerðir eftir ritgerðir frá hinum og þessum og mömmu, skilur, og ég bara svona, oh my god, you people, það var að droppa seri á Netflix, vil ég ekki frekar horfa á hana, skilur, heldur að rífast hérna hvað Sonja í sjálfstæðisflokknum er að segja og gera, skilur. That's just my take. Ég bara svona, Ég er svona mitt á milli. Ég er ekki að fara að rífast endilega í kommentarkerfinu nema að sé eitthvað algjörlega gali í gangi og fólk sé bara algjörlega heila þvegið. En síðan, já, af hverju erum við að tala svona lengi um þetta? Ég veit ekki hvort að við erum miklu lengur en ég vildi gera. Ég var að sko plokka úr mér augun á hann sko þegar þú varst að byrja. Já, það er vandamálið. Já, að ég sé ekki það er kæra um vandamálið. stjórnmál í Bandaríkjunum. Af hverju er það vandamál, Lóisa? Ég er alveg meðvituð um það sem er í gangi í heiminum, sko. En ég segi, ef En allir af hverju er það vandamál ég hafi ekki áhuga á því? Ef allir fara Hættu að segja, nei, hlustaðu, hættu að segja ef allir fara að hugsa eins og ég, af því að það er ekki að fara að gerast. Hættu að búa til scenario sem er ekki að fara að gerast. Nei, en það er svona, mér finnst fleiri vera að færa snærði að hugsa eins og þú gerir og vera bara svona að blokka út
fréttir og eitthvað svona sem að við þurfum að vera að færast í hina áttina. Blokka út fréttir. Nei, ég segi að margir að gera það. Hættu að taka allt til þín sem ég segi. Ég ekki að segja að þú sért að gera það. Nei, en bara ef allir gera það. Já, ef allir færu að gera það. Ég er hann þurr í munnunum, ég er hann svona pyrruð, sko. Allavega. Ég held að þetta verður svolítið svona langt intro, en intro verður auðvitað bara þátturinn. En ég nenni ekki að tala þetta aftur svona í alveg samt. Ég ekkert að fara, þetta búið, hættu þessu. Mér langaði að fara úr þessu yfir í styrtaðan þáttarins. Fox og kjósa þau í sjálfstæðisflokkin. Það er bara það, verður þau bara eiga það við sjálfur. Nei, en mér langaði svona í alveg. Ekki segja mömmu það. Nei, bara enginn að segja mömmu. En já, af því að ég á alveg, þú veist, nei, ég ætla ekki að halda áfram að tala þetta. Akkur þurftu þú aftur að nefna þetta? Ég var að reyna að koma mér út úr þessu. Já, stopp. En sama hvað þau kjósa, að þá er þetta bara heildsala sem er samanstendur af, er ekki ungt par, heldur þessi ekki saman í þessu, ég held það. Jú. Og ég er ekki frá því að þau séu saman í þessu. Ef ekki, þá bara sjátt á þau sem bar. Já, bara sjátt á þau. Og bara sorry. Nei, en bara ef að fólk er eitthvað svona, að því að sumir, margir á vinstri vængnum eru mjög svona meðvitaðir við hvað eru að versla og margir að boykotta eins og mamma og svona, en við viljum ekki að þið boykotti neitt frá þeim af því að þau eru ógeðslega dugleg. Þannig að bara ég mæli svo mikið með þessum vörum af því að þau eru svo mikið að pæla hvað þau eru að flytja inn og þetta er allt svo gott og við bara mælum heilsugar með öllu frá þessum merkjum sem að þau eru með í sölu sem að fást í Hagkaup og Krónunni og mér langar að byrja að tala Skinn 1004 af því eins og þið sjáið ef þið eru að horfa að hakan mín er í einhverju purgi og við erum að tala að ég er búin að vera lengi með svona litla bletti, svona fílapensla væntanlega sem að bara ég hef aldrei náð þú veist svona upp á yfirborðið og eftir að nota pormæsing frá Skinn 1004 bara síðustu svona 2 vikur þá er þetta alltaf komið upp á yfirborðið og við erum að tala ég ná að losa eitthvað sem ég er ekki búin að ná þú veist, er búið að vera bara svona fast og ég hef ekki neitt hefur virkað á þetta en ég er með pormæsing Deep Cleansing Foam sem ég nota fyrst og síðan pormæsing Clear Toner þetta er bleika línan ef þið er ekki að horfa og pormæsing Fresh Ampule síðan á ég líka kremið og stifti líka, ég er líka búin að vera að nota maskastiftið, það er einhverstaðar djúpt í töskunni sem ég var með yfir áramótin. Geðveikt. Já, ég er líka búin að nota það þannig að það er líka búið að vera að hjálpa. Og síðan er ég bara manifesta af því ég er líka búin að nota retinol og svona skin patch frá Skinn 1004, ég held að þetta fást ekki í Íslandi en ef ég þekki þau rétt þá eru örugglega að vinna í að fá fleiri vörur til Íslands. Þú veist, ég hef ekkert út á neina þessar vörur að setja. Nei, ég var að hugsa í morgun, það er ekkert í þessari línu sem ég myndi ekki geta sett nafnum mitt við eða þú veist, ekki sem ég get ekki bakkað upp bara allt, ég elska allt og mér er það sko vörur sem ég hef ekki prófað ég myndi samt, ef fólk myndi spyrja mig eitthvað svona, hvað finnst þér þessa vöru ég er bara svona, ef þetta er frá Cosrx eða Skinn 1004, ég held ég myndi bara alltaf hugglast, þau eru bara, já, þetta er bara pröfað, þú veist, þetta er safe, eða skilur bókstallega en ég ætla að fara úr því yfir í að tala að við erum meðal bara Dumb and Dumber. Ok, speak for yourself samt, hvað ættu að fara að segja? Hvað varst þú að setja í Close Friends? Fyrir þetta hvað, 2 dögum? Hvað setja ég í Close Friends fyrir 2 dögum? Þú festir tunguna við staur. Bókstaflega gerist í Dumb and Dumber, þannig að speak for yourself. Nei, ég er meira að tala þig. Herðu, wow. She's getting crazy. Við okkur frá því. Er ekki full snemmt fyrir þið fyrir að hækka róminn svona allt í henni? Nei, ég er ein heima. Ætlaði að fara ekki að banka eina nágrann fyrir neðan. Já, ætlaði að vera noise, hvað segja, complaints. Þannig já, viltu útskýra af hverju myndir setja tunguna eina á frosin ljósastaur eða hvað sem þetta var? Já, ég get nú alveg útskýrt það. Við vorum að klára æfingu. Þetta var ég, Telma, Kamila og Hrabba og það var svona ljósastaur og svona, hann kristallaðist einhvern veginn svona á honum og
og Telma segir eitthvað svona, já, eitthvað, nei, ég man ekki hver sagði, örugglega Kamilla, ef ég þekki hana rétt, eitthvað svona, setið tungun eitthvað á þetta, eitthvað. Og Telma eitthvað, ég gerði það því ég var lítil og ég festist actually, eitthvað svona, bla, bla, eitthvað. Og svo voru eitthvað að fíblast eitthvað, stóðum allar hjá svona staur, eitthvað, staðan fyrir að fara bara út í bíl og heim. Og Telma eitthvað svona, setti tungunni svona í smá stundu, eitthvað svona rétt svo. Og ég sá að hún svona festist smá, skilurðu. Og Telma eitthvað, hún festist næstu í og ég sá það. Þannig að þú ákast að gera þetta betur for the bit. Svo voru þær eitthvað svona, Kamilla og Telma eitthvað svona fíblast, eitthvað svona standa alveg við staurin, eigum við ekki, alveg að djóka. Svo var ég bara horfði á þær og ég var bara, actually, I'm gonna do it. Af því ég hugsaði að ef ég gerir þetta ég prætt á Telma, þá festist hún ekki, skilurðu. Nefnum hvað, ég gerði þetta apparently ekki að prætt á Telma og tunga mín bara svona, þetta var svo vandræðalegt út af því ég sett hann ekki svona, þú veist, fólk myndi gera, þú veist, svona oddin á tungunni, ég sett hann þannig, já, fólk myndi setja þú veist, já, oddin á tungunni, ég setti tunguna bara svona eins og ég var að sleikja staurinn, þannig ég bara svona, það festist bara svona. Þriðjungur á tungunni eða eitthvað var á þessu? Já. Nei, þú verður núna að setja þetta í story, sko. Þú verður að setja þetta. Þetta er svo fucking fyndið myndband, sko. Ég er eins og okkar lamadýr að fá kvíðakast, sko. Ég er með tungun út og ég er öskrandi og þær eru að hella vatni á mig en samt hlæjandi og báðar að taka þetta upp og eina manneskjan sem var að hjálpa mér að það var Hrabba, en það er hún að læra hjúkrunarfræði. Það er svona, hann er ræðileg væntanlega að hjálpa öðrum. Og með hana talandi Dumb and Dumber, Telma og Kamilla eru náttúrulega fucking Dumb and Dumber, sko. Það er hann að báðar með símana í sikkuri hotninu að taka mig upp. Væntanlega, það er þín filosófía að vera að taka upp frekar en að gera eitthvað skynsamlegt. Já, ég veit það. Þú veist, þetta var í lagi að því að Hrabba var þarna og hún alltaf immediately bara, hvað get ég gert til að hjálpa þér, skilurðu? En ef þær hefðu báðar verið þarna en ekki Hrabba og báðar staðið að taka mig upp, þá hefði ég snögg reiðst. Ég hefði verið bara vill önnu hvor ykkar gjöru svo vel að hjálpa mér, nema ég gat náttúrulega ekki talað því tunga mín var föst, þannig ég bara Núna langar mig að kötta tilbaka þegar þú segir speak for yourself þegar ég er að minnast og dömmen þú fattar ekki að ég sé að meina þetta. Já, ok, ég er samt ekkert heimsk, ég er bara nei, ég ætla ekki að segja fáiði, en það er ekki að samhófra heimskur, ég er bara ekki heimsk, ég er bara fáiði. Ég er bara hvatvís, ég sá þetta, ég hugsa ekki, ég sá þær vera eitthvað fíblast og ég bara, þú veist, literally þær tvær eitthvað fíblast að vera að þessu og ég, og eina minni Oh my god. Já. En, já, talandi nágrannana fyrir neðan, ég var aðeins að tala það á TikTokunum í gær og það er bara einhver gælla pressed í kommentunum sem fattar ekki. Ég var að lesa þetta áðan. Já, sem fattar ekki að ég er bara að segja frá þessu, ég er ekki eitthvað að kvarta yfir nágrannum fyrir neðan af því ég skil að það eru læti í okkur en ég bara meina að fólk þarf líka að bera virðingu fyrir því að börn þurfa að vera til og þú veist, ég var bara aðalega pirruð að því að þau skildu vera eitthvað að ljúga upp á okkur eins og að sé eitthvað í gangi hérna á, þú veist, tíma sem á að vera hljóð af því að á þeim tíma eru allir sofandi hérna eða ef einhver er vakandi þá er það ég og ég er ekki með læti með að við aðra meðleigendur mína. Nættjók. Traðkandi þarna bara eftir miðnætti að kasta húsgögnum og eitthvað. Já, og svo við varum að kasta húsgögnum, ég bara, hver er að kasta húsgögnum? Ever? Og ég bara, ég er enginn að gera það hægana, sko. En jú, fólki sem er að leita að veipinu sínu. Já. Það er enginn að því hér. Kastar húsgögnum. Já, en hérna, ertu múin að lesa kommenti frá henni? Já, og ég er ekki að grínast, ég þurfti að stoppa með þess að kommenti ekki undir þegiðu, bara bókstaflega þegiðu. Þú veist, að nenna þessu, hún eitthvað, hvernig nenni þú að vera kvarta og koma með fullt af dæmum, ég var bara litlu lík, hvernig nenni þú að skrifa þetta allt? Já, bara hvernig hefur þú tíma fyrir þetta, bara farðu bara sjálf út að leika og bara eitthvað að segja, farðu bara út með börnin að leika og ég bara eitthvað, börnin mín er bara stanslust út að leika og bara, þú veist, ég fer með í sundi í 3 tíma á sumrin og þau eru samt hlaupandi hérna þau hafa bara endalausa hreyfiþörf og ég veit ekki, þú veist, hvað hún vill að ég geri og hvað hún vill að foreldrar geri og ég bara, þú veist, fara að byrja að flengja þau
bara hættið að hlaupa, þú veist, láta þið bara skríða hérna þú veist, á sokkabuxum svo það heyrist ekki neitt í þeim, þú veist, ég veit ekki bara eitthvað, já, bara hermannaganga á ykkur bara á maganum, börn þú veist, ég bara svona, oh my god þegar þú ert eitthvað svona að setja eitthvað á TikTok og eitthvað þú veist, hvort sem það er af krökkunum eða eitthvað, en það hefur reyndar aldrei verið eitthvað leiðandi komment, ekki svo ég viti af myndböndum á krökkunum, eins og þetta, þú ert að tala krakkana, skilur, og það kemur eitthvað svona þá börnin þurfa bara og leið og eitthvað er að tala þau ég er ekki grínast það opnar á okkur aðra víddi í skapinu mínu, sko ég verð bara hver sem þú ert ef þú ert 13 ára lítill pjakkur heima hjá þér að kommenta eða þú ert 58 ára ég get ekki talað 58 ára gömul kona ég er bara hver sem þú ert grjóthaltu kjafti, annars kem ég heimtíðin og ég kýli þig, skilur þú, ég er alveg bara hér. Ef þú ert 13 ára þá kem ég og kýli þig. Nei, ég myndi ekki hika við að segja þetta allan við 13 ára krakka, bara á ég kýla þig. Ef þú ætlar að tala svona fransískinni mín, ég kýli þig. Slakaðu á, hvað er að? Sorry, þú ert bara búin að setja mig upp í eitthvað vont skapin eftir að byrja að tala pólitík, sko. Eftir að tala þá eins og þegar ég setti myndbandið að flóka þá hann að tala eins og Haffi Haf hann talaði sletti svo mikið ensku og það var einmitt alveg fullt af krökkum að tala undir bara eitthvað ok, og gátt ekki eins og sko skrifað á íslensku af því þau voru eitthvað að kommenta undir þetta bara eitthvað þetta er sko ekki í lagi eitthvað svona, þú veist, hann tala bara hræðilega íslensku og ég bara svona já, that's the point, ég er að sína hvernig hann er að ég segja hvernig það fólk var að skrifa þetta er ekki í lag hann talar ekki góð ísl víst að hann er í Costco þá er hann á Íslandi þá var allir bara eitthvað held hann var í Íslandi bara þegar hann var í Costco ég bara já, þetta er ekki á Íslandi og hann býr ekki á Íslandi talar ekki góða íslensku en hann er kláran en þig, you piece of shit oh my god Elva, þú veist, þú ert að tala börn einhverjar annara skilur sem eiga líka eldri frængur sem að þú veist geta púlað upp á móti já, come at me fucking come at me, sko, I dare you ok, ég er að djóka núna núna er ég bara að djóka, sko mér langar svo, veist, ef ég væri algjör fáiði sem að ég er ekki og ég, veist, og það mér finnst eins og fólk haldi stundum að ég sé bara alltaf að segja börnunum mínum að gera eitthvað eða, þú veist, með bara eitthvað, ok, TikTok trend, let's hop on it með börnum mín, en það er eitt trend sem mér langar svo mikið að gera en ég myndi ekki gera það, þú veist, ég myndi ekki stilla myndalinn upp fyrir eitthvað svona bull, sko og það er þegar foreldrar segja svona leið, herðu, ég er að fara að berjast við pappa og hann er einmitt með 7 ára og 5 ára stráka let's fucking go og mér langar svo að sjá viðbröðin já, nennir að taka það upp og nennir bara að senda okkur það þú veist, það er alltaf lægi að senda okkur það bara skilur fjölskyldunni þú verður ekki að setja á neti ég hef séð þetta og ég veit nákvæmlega hvernig let's go Marel væri bara eitthvað, ok, hvað er skónir mínir en Flóki væri bara nei, ég er bara hér, ég skal bara passa hérna heima sem er nákvæmlega eins og ég og þú myndum bræðast við hefði við verið litlar hefðu við einhvern tíma verið litlar ég er ennþá lítil ég fættist stórust ég væri eins ég væri bara þú veist, bara hérna, nefana í nota tilbúin með nefa samlokuna I stay ready, sko, so I don't have to get ready náttúrulega búin að fara í slag og allt svona eftir ákveð eins og maður hefur ekki náður jú, og þú veist líka bara stay speaking Icelandic, right? I stay speaking Icelandic, sko ætlar þú ekki að byrja að posta? Jú nei, þú veist málið er með mig mér langar þetta ógeðslega mikið en hún nennir þess ekki mér langar þetta ógeðslega mikið mér langar að taka upp og nei, ok, ég ætla ekki að segja að mér langar að taka upp af því að I actually do ég tek allt upp og ég er löngu búin með the storage on my phone út af því ég tek allt upp og svo er ég bara með mörg 8 mínútna vídeo í símanum mínum sem að þú veist, ég er ennþá með margar klippur frá LA þar sem við vorum síðustu jól þú veist ekki þessi jól áramót þar áður 24-25 af því að ég ætlaði að gera ykkur vídeo í LA og ég meðs að setti inn á TikTok gott vídeo sem að alveg fór væral og allir voru bara loving, skilur fór væral er samt svolítið fyndið hei, það fór væral in my world it went viral hvað erum við að tala já, og ég segi 1000 eitthvað likes bara 3 dagar hjá mér, sko þegið þú hérna
literally eitthvað verified á TikTok thinking you own this world, sko. Ég 1000 likes sem ég er bara fíblast. nokkuð gott. Já, ég er í kasti. Ok, en já, ég segi í vídeónu eitthvað, já, ég ætla að taka eitthvað upp hérna og sína ykkur, en ég er með athyglisbrest, so don't hold your breath. Og þú veist, those were the truest things I've ever said in my life. Af því tók svo mikið upp, en ég Ef þú skoðar svona síðustu 3 bara TikTok hjá þér, þá ertu alltaf alveg, ég ætla að vera duglegur að posta, ég ætla að vera duglegur að posta. Allavega 2 í röðu eitthvað sem var búin að, og líka með Tæland eitthvað, við ætlum að vera duglegur að posta, kjóðum eitthvað 2 myndbönd eða 1 eða eitthvað. frestunarásta, have you heard of her? Já, hún er ekki í þessum, hún á ekki samleið með þessum leik, sko, að vera að posta. Ég er líka bara eitthvað svona, fólk er eitthvað, æ, með frestunarástu, ég ætlaði að fór út í búð áðan en ég fer bara á morgun. Ég er bara svona, það er ekki frestunarásta. Þú veist, frestunarárástan mín er bara eitthvað, ég ætlaði að flytja til, þú veist, fucking Azerbaijan í síðasta lífi, en ég er búin að sko, Þetta er frábært dæmi. skilur, ég er búin að reincarnata í einhverja íslenska smástelpu, skilur, og ég er ekki ennþá flutt til Azerbaijan. Þú veist, ég í fyrra lífi ætlaði að flytja til Azerbaijan, en ég er ennþá að fresta því. Ég ætla að segja þetta aftur. Æ, fattar þetta. Til þetta make eitthvað meira sens. Ég skil ekki neitt. Ég er bara að segja, þú veist, frestunaráratu mín er svo hræðileg að ef að ég myndi ekkert mann vera ólétt, þá myndi ég eignast barnið þegar það væri orðið 5 ára, sko. I think we get it. There. Já, you get it. Þannig að þegar ég segist ætla að gera eitthvað, don't hold your breath. Já, ok. Ég ætla að tala um COSRX núna og það sem ég er búin að vera að sjá fólk að gera með þetta er eitthvað sem ég ætla að byrja að vinna með. Þetta eru Peptide Collagen Hydrogel iPads og þetta er þessu bleiku fyrir ykkur sem er að horfa. ASMR, joke. Ekki ASMR. Herðu, poppaði sig hérna að opna og þetta eru bleiku skífurnar og Hvað sagður þú? ég sagði poppaði þessu til að opna og það maður að íta hérna og Ég heyri bara eitthvað, poppa þessu hérna að opna. Já, bara lóðis mín. Þetta er ekki íslenska. nú missi ég þetta niður. Þetta er ekki íslenska. En ég er búin að sjá, þú veist, fólk notar þetta undir augun og svo er ég að sjá að það er búið að vera að setja svona hérna líka sem er sniðt. Af því að nú er ég 31 árs og ég kom með eina djúpa línu hérna. Sko ég samt þarf að henda sér í Botox, segir svona. Ég er ekkert endilega að mæla með því. En ef hún hverfur á næstu viku, þá veit ég hvað gerist. Nei, djók. Ok, hvað er að segja? Allavega, fólk er búin að vera að nota þetta á milli svona, eða þú veist bara í rauninni hvar sem þið viljið eitthvað freshen up út af því að það er það er koffín í þessu sem að er líka svona skammtímalaust við svona rökkum og svona. Og hvað eru sökkunar þá bara eitthvað raging hyper núna, komið koffín. Ok, fuck me. Herðu, ef ekki bara taka tíminn að pásu og við hittumst aftur eftir smá. Hvað er í gangi hérna? Þetta var svo lélegt. Nei, þú veist, þetta er svona þegar þú segir eitthvað og immediately væri til að taka tilbaka. Ég er bara svo ánægð að vera ekki með vinkunum mínum núna eitthvað, ég hef verið bara, fuck. Ég er ekki svo þú. Ég myndi byrja bara immediately, að því að við erum svo góðar að tala íslensku. Ég myndi byrja að rósta þig. En ég er ekki þú. Nei, ég er bara, Sko, ég fór að hlæja að þér, en þú myndi vera bara eitthvað, þetta var æði, þetta var fyndið. ég hló úr með linsuna. Ég er búin að týna henni. Ég er búin að týna henni. Ég er búin að týna linsunni. Nei, herri, Það er hún. þann hana. Jæja, þetta var hæðilegt. Ég er farin að varkina samstarfsaðilun okkar. Ég var eitthvað að reyna að gera eitthvað auglýsingu hérna og þetta endaði bara svona. Vonandi fólki ekki að skipa auglýsingar í okkur. Góð auglýsing, sko. En svo bara, ég ætla bara að halda áfram með þetta, vonandi endar þetta ekki með ósköpli líka. En ég er með hérna uppáhaldið þitt. Yay, Vanilu, tríhött my og favorite. Shea Sugar Scrub, vanilu skrúbin frá tríhött og Moisturizing Shave Oil.
ef að fólk ekki búið að pröfa að raka sig með shave oil þá það miklu betra finnst mér heldur en einhver svona, hvað kallar maður það, einhver svona froða eða eitthvað. En ég ætla bara aðeins að þefa af vanililyktinni af því að hún minnir mér svo elfu mín. Saknar mín. Nei, þú gerir það ekki og ég veit það. Þú saknar mín ekki neitt. Nei. Ég er ófær að finna fyrir sökniði. Til mín. Sakna barnana minna. Of course. Síðasta sem við ætlum að ræða í intrónu smá svona 2016 flashback af því að allir vilja ræða 2016 þessa dagana. Af því að við höfum ekki neitt til að tala þetta við. En ef að þið voru make-up gellu fanatics eins og svona múas á YouTube eru þið búin að sjá að Carly Bybel byrjuð aftur með kærastan sínum from the golden days hjá hennar YouTube channel allavega. Hvað finnst þér málið, Elva? Já, þau eru náttúrulega trúlofuð núna, Já. Þannig að gott betur það, Já. Mér finnst það bara æði. Já, mér finnst það hólsom. Mér finnst það mjög hólsom. Og mér finnst þau bara sæt saman og já, ég veit reyndar ekkert eitthvað mikið eitthvað the deeds, skilur eitthvað svona af hverju þau hættu saman en ég veit náttúrulega að hún eignaðist barn með öðru manni í millitíðinni og eitthvað. Flækir málið aðeins. Pínu. En þeir sem að þekkja mig. Það er bara ekki smá grútlegt. Já, það er grútlegt. Og líka bara, þú veist, ef þau skildu í góðu, skilur ég ekki að hvetja neitt til að fara back to your ex ef hann var eitthvað ömurlegur við ykkur. En þeir sem þekkja mig og vita eitthvað um mig og Gunnar vita að við getum ekki sagt neitt að hætta saman að byrja saman. En við klárum það áður en við byrjum að eignast börn. En þátturinn í dag smá bara systkini eða systur. Við systur, eða voru ekki múin á því, við systur sem á svona að vera rauði þráðurinn í þessu hlaðvarpi hjá okkur. Not by choice. Nei, við ráðum því ekki, því miður. En getum við byrjað bara að ræða, hvernig heldur að þú værir sem elsta systir ef þú getur einhvern tímann hætt að naga neglunar? Já, hvernig væri ég sem stóra systir? Ég væri náttúrulega bara yndisleg og, nei, þú veist, hvað meinar þau? Ég veit ekkert hvernig ég væri sem stórasta systir, whatever the fuck you say. Elsta. Ég náttúrulega stóra systir. Já, ég veit. En elsta systir, þú veist, ég ger mér enga grein fyrir því hvernig ég væri. Þú væri örugglega allt öðruvísi. Já, ég veit, ég væri allt öðruvísi. Það væri enginn búin að hræða úr mér líftúruna þar sem ég þurfti að grípa í vopn til þess að, þú veist, það var alveg career altering moment, þar sem ég þurfti career. Ég hefði örugglega orðið lögfræðingur, hefði það ekki gerst. Oh my god. Nei, ég bara segja, skilur þú veist. Og svo má ég ekki segja að af því að þú varst alltaf veik að það hafi ykkur áhrif á mig, skilur við. Jú, örugglega, þú veist, ég bara man ekki eftir að hafa verið svona veik, skilur við. Ég veit það, en það þýðir ekki að þú veist, þú fyrir alltaf ekki að keng þegar ég tala með eins og þú hefur eitthvað stjórnaði að vera 2 ára alltaf veik. Já, þú veist, auðvitað fæ ég samviskupið yfir því að ég hafi verið eitthvað veik og þú hafi verið eitthvað neginn, þú veist, að verið eitthvað on a back burner. En ég er bara svona velta fyrir því hvernig við erum en velta því upp. Já. Af því að það er líka svo, þú veist, það þarf að rannsaka það hvernig þú ert svona anti-miðjubarn af margan hátt. Finnst þér það? Þú veist, ég ætla bara að lesa hvað segir miðjubarn. Oft gleymd og þau vita það á ekki til, eða á ekki við þig. Þurft að finna þinn stað. Bara alls staðar það sem þú varst, það var þinn staður, skiptir engum máli. Diplomatísk, þú ert ekki diplomatísk og veistur líka hvað það þýðir. Já, flott. Er þetta eitthvað svona diplomatísk Nei, nú aðeins útskýra fyrir mig hvað diplomatísk þér. Því er bara að vera svona, að vera dipló, hefur aldrei heyrt það. Hugsaðu bara DJ-in eða eitthvað. Nei, þú sé bara I nod my head. Nei, að vera dipló er svona eiginlega að sjá allar hliðar og þú veist, vera svona, ég veit ekki, þú veist, ég veit hvað það þýðir, en það er rétt að útskýra. Ég sé alveg allar hliðar á alls konar málum, skilur. Elva, ekki þegar kemur sjálfur þér. Vó, en ok. Já, Já, ok, flott.
Að vera klókur og lipur í samskiptum. Það segja þú sér það. Lovísa, ég er það. Hvernig? Þú sko, mér oft hrósa fyrir samskipti. Kannski ekki við þig, af því ég þarf ekki að vera þannig við þig, skilur. Nei, en það erum við að tala sem systkini. Þú varst það ekki sem viðbörn. Okay. Nei. Ég ætla að naglalakka mig á meðan þú ert að tala, af því annars fer ég að naga. Varstu ekki að reyna að segja og verður ekki að naga á hann? Jú, en ég var að klára að plokka allt naglalakkið af. Já. Og núna er ekkert á þeim, þannig ég mun naga þær ef ég mun ekki naglalakka. Ok, eitt sem að stendur hérna fyrir miðbörn. Þau eru fyndin. Skal gefa þér það? Takk. Sjálfstæð, jú. Elva ætlaði mjög ofta að flytja út og var oftast komið með tösku bara út á horn. Já, ok, ekki segja þetta eins og ég hef verið eitthvað svona að flytja út til útlanda. Ég var að flytja heiman þegar ég var 5 ára, skilur. Já, ég er að tala um það. Hún ætlaði alltaf að flytja heiman. Hún var alltaf með, varstu ekki alltaf með hana Mikka Mús? Nei, hvað heitir það? Tom og Jenna töskuna, rauðu, litlu. Jú, og mamma og pabbi voru búin að gera tösku svona ready fyrir mig. Já, taskan var alltaf bara þannig ég þyrfti aldrei að pakka. Já, nei, þú settu þannig ég þyrfti ekki að töskuna. pakka þegar ég ætlaði að flytja heiman. Ég man eftir þessu. Mamma sagði bara, Elva mín, ég ætla bara að setja töskuna hérna og þú bara setur í hana sem þú þarft og svo bara máttu bara hypja þig og þú bara, ok, ég skal bara gera það. Já. Rosa diplomatísk. Bara be careful what you wish for. Svo fórstu svona, ég man að við vorum ekkert mamma, pínu toxic. Mamma tók mig eitthvað svona út í glugga að svona njósna um þig. Þarna fyrir hún, stendur fyrir horni og ég man þetta var svona vetri til. Þannig að sást alveg í gegnum tréna því að það var ekki brjóðblöð. Og þú svona alveg, ætti ég að lappa heim til og svo var svona eitthvað, taka 2-3 skref og svona stoppa alveg að kíkja. Ætlar enginn að koma að ná í mig? Ég náttúrulega hafði mörg hús að velja hérna í nágrenninu, þannig að ef ég ætlaði að flytja heiman þá var ég bara, ok, ég get farið til Kristrúnar, ég get farið til Lóis Óskar, svona smá langt til Írunu, svona full langt að kvöldi til, skilur, verandi 9 ára eða eitthvað. Báðar ömmur okkar áttur Það er alveg 9 ára. Þú veist ekki 9 ára. Nei. Ég er að segja að þú hefur örugglega getað farið til ömmu Óli og ömmu Göggu. Akkur tala ég alltaf bara um ömmur okkar. Já. Eins og við eigum ekki afa sem búa með þeim, byggum með þeim. Já. En þú fórst aldrei langt. Nei. Mamma búin að hringi heima síman, hringi Lilju. Hún gæti verið að stoppa við hjá okkur með ferðutösku. Hún er aftur að flytja út. Hún er hérna að byrja að pakka í töskuna, hún er að flytja heiman. Nei, já, ég man eftir einhverju kvöldi. Þetta er eina sem ég man af öllum þessum kvöldum. Þegar ég ætlaði að flytja heiman eina kvöldstundina að vetri til. Voru erfiðir vetrar hana. Vetrar hjá okkur. Hvað segir maður? Bæði vittlust. Ó. Hvað segir maður þá? Ég bara, þú veist. Erfiðir. Nei, Lúsa, þú ert silent af því að þú veist það ekki. Þannig nei, ekki þú verið eitthvað svona að googla á með sæt. Nei, ég veit bara að þetta bæði var vittlust. Ég nenni ekki að googla þetta af því að bara þetta er ekki skemmtilegt podcast, en allavega þetta var erfið vetur. Ok. Já, og þeir voru í fleirtölu, greinilega. Þetta þegar alltaf var maður einhvern veginn að flýja heiman, eða flytjað heiman þá. Mér finnst það svo fyndið konsept, hvernig lærði ég að flytja á heiman? Hvernig varð þetta allt í einu lausn fyrir mér? Að pakka í tösku og flytja út í móa, skilur, hvað ætlaði ég að gera? Ég veit það ekki. Allavega. Nei, ég veit það ekki heldur. Hvernig, ég líti á að segja þetta í einhverju myndi eða eitthvað. En þú sástu örugglega fyrir þér með svona póka og priki eins og Bangsimon eða eitthvað. Já. Enginn elskar mig. En já, og ég ætlaði að flytja heiman og það voru jólaðna af því ég man eftir að það var allt á kafi í snjó og ég var eitthvað ósátt við eitthvað og þá er náttúrulega bara, ef maður er ósáttur, þá flytur maður heiman. Og ég var bara, já, best að byrja að pakka tösku. Sorry, af hverju var enginn við myndavel á mér þarna? Ég væri svo til að sjá þessi moment. Af því að þú lentir á milli. En allana. Já. Þetta er lost media, því að það var enginn með hérna Vaff.S að taka upp og enginn með digital kameru. Þetta er hérna eitthvað starf á milli. Já, var bara enginn að taka mig upp either way, sama hvað var í gangi af því ég var náttúrulega miðjubarn. Já, það fór líka bara, þú veist, það var ekki hægt að taka þig upp af því að það var alltaf svo mikið í gangi.
Já, en mamma og pappi, þú veist, það er til svo mikið af spólum af því að þegar þú varst lítil að gera eitthvað fyndið og skemmtilegt og krútlegt og svo náttúrulega til allur fjandinn af jönu og eitthvað. Og svo er ég bara, ok, og nú hvar eru spólunar af mér? Mamma og pappi bara, þær eru týndar. Ég bara, þær eru ekkit týndar, þeir tóku mig bara ekki upp, skilurðu. Þetta er svona eins og að segja að kötturinn hafi fyrir út í sveit en hann var svæfður, skilurðu. Ok, en þetta læti í naglalækinu ain't it, sko. Ok, ég er hætt. Ég var að reyna að útskýra að, þú veist, vaff á hess? Það var alltaf að vera að taka upp á svona myndavél, þú veist, ég manstu eftir græjunni sem mamma og pappi áttu, bókstaflega með svona stút fyrir augað til þess að taka upp, sem var, þú veist, síðan sett á spólu. En það er alveg til smá þegar þú varst svona pínulítil, en þú varst bara svona boring baby, þannig að það var yfirleitt bara ég eitthvað að dansa, skilur, sem að myndaðalinn panaði svona á. Auðvitað var ég boring baby, ég var svona 3 mánaða. Má ég tala um besta vídeo af þessum til? Þegar mamma var að láta þau vera bleiulaus í svona ömmurstól. Jesús, Lóisa, það vill ekki heyrum eitthvað unga barn búin að kúka upp á bak. Upp á bak? Why is there a story? Það er bara, já, ok. Allavega, þurfum ekki að segja það. Langaði í alvörinu að segja þessa sögu? Ég bara reyna að muna eftir hilarious. Þetta er besta vídeóð þér sem að svona segja svolítið mikið. Besta og eina vídeóið? Nei. Þetta er mjög krútlegt vídeo á okkur þar sem ég er eitthvað að láta þið hlæja. Og ég var að hugsa að nota það sem svona introið eða svona hljóðstúin eða þú veist brotið í þættinum. En ég er ekki fara að biðja þig að gera það. Hvað meinarðu? Ég bókstaflega myndi ekki nenn að láta þig gera það. Af því að þú myndir fresta þig þangað til í næsta lífi. Þannig ég ætla frekar að gera það þegar ég kem til Íslands að finna það og taka það upp, hljóðið í okkur. Þannig að það þurfa bara allir að bíða þangað til þá að það er einhvern hljóðstúfina í intrónu hjá okkur. Ég veit ekki eins og hvað þetta vídeo er, sko. Á fjölskylduspólu númer 2 heitir hún. Já, við getum ekki spilað þær einst það, sko. Jú. Hvar, tækið er bilað? Já, en það er eins og ég er búin að segja mamma og pappa í skriljón ár að setja, þú veist, original teipið á, þú veist, USB-klúbb, USB-kubb. Allavega. Já, þannig að frestunarárásin er sem sagt ætgeng. En þú veist að segja... Já, ég ætla að klára þessa sögu sem ég er að strúka heiman. Er að ég er eitthvað ósátt og ég er búin að pakka í tösku og ég er komin í kuldagala. Það er fluga hérna. Ég er komin í kuldagala minn og mamma er í dýragettinni með mér. Ég er komin út fyrir og ég er bara svona taka dramatíska síðasta lúkið, svona horfa tilbaka á æsku heimili mitt sem ég er að flytja af. Stendur mamma í dýragettinni. Aldrei að fara að sjá okkur aftur. Já, og stendur mamma í dýragettinni. Elva, þú veist að ég hringi í lögguna og þú ferð út á lóðinni. Ég bara, ég bara okkur, hún bara útvistatíminn er búinn. Hún bara útvistatíminn er, þú veist, þú mátt bara vera úti til, þú veist, 8 eða eitthvað og klukkan er orðin miklu meir en 8. Þannig að ef þú veist, ég hringi í lögguna og segja henni að þú sért, skilur, ekki heima hjá þér, þá kemur hún bara að teku þig, skilur, og kemur með þig aftur hingað. Þá var ég bara, nú jæja, þá verði ég bara hérna á lóðinni. Þú veist, ég ætla ekki að lifa að vinna, skilur, þannig ég fer á pallin og sit í snjónum á pallinum og það er einhver jólamynd í gangi, þannig að ég horfi bara jólamyndina úti í snjónum í gegnum gluggann. Oh my god, þú veist, mamma og pabbi að skilja falkóruna fyrir alveg upp, sko. En ég man ekki alveg hvernig þetta endaði, en ég náttúrulega endaði að koma inn. Getið þið hækkað eins, ég heyr ekki. Getið þið sett textan á? Ekki nógu gömul til þess að kunna að lesa textan, sko. En ég man, ég var í ykkur þróskukasti þarna úti í snjónum í kuldagalunum að horfa á jólamynd í gegnum gluggan út af því að ég var að strúka heiman með samt föt í tösku og svona. En þorði ekki út á lóðina því að þá ætlaði mamma að hringja í lögguna. Æ. En já, það eru víst til nokkrar svona sögur, sko. Þetta er svo eina sem svona ég man líka reyndar eftir einu þegar ég var komin út í móa. Þú veist, ég var út í móa með töskuna
ég var svona, var að skima skilur hvar get ég búið til greni fyrir mig hérna næstu árin. Sem svo fyndið af því að það var greinilega bara í þér að þú væri flutt út og ætlaði bara að vera on your own, sko. Af því að við erum að tala þá móan að það ekki fyrir neðan húsi og ömmu. Eða bara, eða bara efst í götunni okkar, sko. Já. Já. Ég var bara með langtíma plan, ég var bara, ég sest að hér efst í götunni, þá get ég ennþá verið nálægt Lóisós, sko, Írunu og öllum öðrum, skilur get stólist inn heima þegar mamma bara í vinnunni og fengi að borða. Maður var með þetta planað, sko, maður var ekkert að fara út í óvissuna með engin plön. Oh my god, tjók. En á ég að fara yfir listan sem stendur hérna með elstu börn, sérstaklega eldri systur stendur. Ábyrgð snemma. Ég veit ekki endilega hvort ég tengi eitthvað, þú veist, jú, snemma ef það þýðir, þú veist, Janna fæðist þegar ég er 11 ára og mamma var ennþá að fljúga og að þjálfa að einhverju viti og ég man bara eitthvað á vissum dögum átti ég alltaf að sækja hana, þú veist, það var bara svona vikuplan, manstu pabbi með Excel-skjalið, alltaf dagskráin og ég þurfti bara að fara eftir þú veist, mamma fekk náttúrulega bara skrá svona sem flugfreyja, þannig að það var bara að fara yfir, ok, ég var búin fyrr á 3 dögum og 5 dögum eða eitthvað, bara Lóisa sækir Jönu alltaf þessa daga og mamma í flugi þarna, þannig að Lóisa þarf að sækja þarna, við erum að tala um 13 ára eða eitthvað, eða 12-13 ára, þannig, jú, það er alveg ábyrgð að vera með lítið barn strax og hlutverk litla foreldrisins. Ég þurfti náttúrulega aldrei að vera eitthvað foreldri þitt, skilurðu. En svo er svona dýnamíkarnar sem ég ætla ekki að fara að bætist síðan ein dýnamík inn í sem að vera þeim bara betur þegar við verðum allar 4 systurnar en við urðum 4 þegar það kemur 4. systirinn inn en hún var 6 ára? Hún 6 ára, ég held að þegar hún kemur inn í fjölskylduna, þannig að þú veist allavega, þá fór ég að vera í fjölskyldunni, skilur. Já, ég veit, en þú veist þegar hún kemur inn á heimili permanently og það var svona smá steikt dýnamík fyrir mig af því að þá átti ég að vera stóra systir frænku minnar basically sem ég var vön að passa og ég var orðin stóra systir átti að hlýða með pappa hvernig ég átti að vera með passa systur mínar og inn í því var Urður að hringja í ömmu og það var amma mín að segja mér hvernig ég ætti að passa systur mínar en ég átti að vera að hlýða mömmu sem var oft mjög steikt og þú veist að þurfa að segja við ömmu mína bara eitthvað nei, ég á að hlusta á mömmu var ekkit spes og enda og ég þurfti að fela síman fyrir Urði, þú veist, sem var ræðilegt líka, skilurðu, ömulegt. En ok, sem elstu systur er algeng einkenni að vera skipulögð. Ég veit ekki hvort ég að vera eitthvað sérstaklega skipulögð, en jú, ég þurfti að fylgja skipulagi vel, þannig að ég var örugglega ágætlega skipulögð. Stjórnsemi, ég veit ekki, vilt þú eitthvað? Getur þú sagt eitthvað? Var ég stjórnsem? Var ég ekki bara leiðtogi? Þú ert alveg með stjórnsemis eiginleika, sko. Já, erum við það ekki bara allar? Jú. Sektarkennd, jú, bara eins og ég var að ræða. Ég glími bara ennþá við sektarkennd, eins og til dæmis, þú veist, bara hvernig þetta breytti sambandi mín og ömmu, skilur, að þurfa að vera einhvern veginn á milli. Og jú, það hefur örugglega verið sektarkennd og meðverkni þegar ég var lítil, skilur, en já, eins og þið heyrið, það var þetta voða dramatist. Það er eitthvað að útskýra sektarkennd? Nei, ég bara reyna að hugsa hvort að ég tengi eitthvað við það, skilur. Hvað færði ekki sektarkendi við neinu? Nei, ég er að tala um þegar ég var lítil, ég er að reyna að muna hvort að það veri eitthvað sérstök sektarkendi yfir einhverju. Ég get alveg rætt endalaust sektarkendi í dag, sko, yfir alls konar hlutum. Já. En síðan stendur hérna í kvót, ef ég ger þetta ekki, gerir það enginn. Þú ert þannig. Hvernig það? Ég er ekki tilbúin, eða þú ert ekki tilbúin að ræða síðustu jól og það er að fyrsta dæmi sem að með dettur í hug. Ég var að segja. Já, segðu það. Ef þú vilt opna á það. Jesús Lóisa. Þetta er ekkit eðlilega cringy viðbröð hjá þér. Já, segðu það. En svo sést bara tilbúin ef ég slag, sko. Nei, ég bara segja. Við getum ekki rætt síðustu jól. Þú getur ekki. Nei, ég er ekki að fara að opna á það, Lóvísa. Hættu þessu. Ég er að fara að segja að það er bara dæmi sem aðili í
þínu lífi að þá átt þú mjög oft til að gera hluti eða svona pæla kannski hlutum á undan öðrum. Ég get alveg gefið þér það að þú ert miklu betri í að hugsa ekki bara eitthvað aðra, heldur líka bara hlutina. Já, en líka bara svona basic hluti eins og klukkan stundum orðin 6 kvöld hjá mér og ég bara hvað það ég að borða í kvöldmat, skilur, en þú myndir hugsa það fyrir 5 dögum, skilur. En ég bara svo mikið eitthvað svona on the go með allt. Og en síðustu jól, má ég bara taka hluti. Má ég taka þetta? Nei, má ég klára? Já. Nei, út af því að ég ekki að tala síðustu jól. Það bara eitt af dæmonum, skilur. Já, please. Og þú átt það svo til að hugsa eitthvað svona vá, það þarf að taka til í eldhúsinu eða eitthvað. Og svo svona lítur í kringum þig og ert bara eitthvað, ok, það enginn að hugsa þetta, þannig ég ætla að gera það og ég ætla að vera fucking pirruð yfir því að ég sé að gera þetta en enginn annar. En þú hefði geta kannski beðið einhvern annan að gera það. Fattarðu mig? Ertu ekki bara að hugsa mömmu, sko? Af því að ég alltaf bara eitthvað, getum við gert þetta, skilurðu? Ég man ekki eftir að vera eitthvað númer 1 af því ég nenni ekki að þrífa heilt eldhús alein, skilurðu. Ég myndi alltaf biðja ykkur að hjálpa, skilurðu. Ég man ekki eftir að vera eitthvað, mér stu bara vera að lýsa eitthvað sem mamma myndi gera. Það er fullt af hlutum sem að fólk segir og gerir og með alls konar eiginleika sem að þau taka ekki eftir sjálf en aðrir taka eftir, skilurðu. Ég tek til dæmis aldrei eftir hvað ég sjálfhverf fyrir en einhver annar segir það. Fattarðu? Og at the time eins og þessi síðustu jól þá var ég ekki að upplifa mig sem eitthvað sjálfhverfan einstakling, skilurðu, en ef ég horfi tilbaka í dag þá get ég alveg séð það þannig, en at the time þá varst þú bara, þú ert ekki að pæla í neinum nema sjálfur, bla bla bla, skilurðu, en ég upplifa það ekki þannig. Þannig að that's my point. Þátturinn er búinn. Nei, bara byrjum ógeðslega hressar og fyndnar, Elva farin að grenja. Það er bara allir tilfinningaskalinn, sko. Ég er búin að fara að grenja hlátri, ég er búin að taka reiðiskast og ég er búin að fara að grenja. Ef við endum á að klippa þetta allt út, þá við erum búin að minnast á jólin í fyrra og það er eitthvað sem við erum ekki búin að vinna úr. Og Elva segist geta hlegið einn daginn, ég sé það ekki gerast. En við erum búin að ræða það núna í hálftíma og Elva fór að gráta. Ég get kannski ekki hlegið af því með þér, en ég get kannski talað þetta við eitthvað og fara að hlæja þessu, skilurðu. Þá taka bara recap af þessu. Við getum bara klippt þetta þannig að þegar ég er að byrja að tala þetta og þú ert eitthvað ætlar að opna jólin og ég er kannski bara eitthvað nei og svo bara eitthvað svona I did. Cut to ég farin að grænja. En ok, ef þú ætlar að segja frá þessu á eins mjúkan máta og getur, ég ætla bara að leyfa þér að tala þetta, skilurðu, hvað gerðist og við þurfum aldrei aftur að ræða þetta, skilurðu. Eða í podcastinu, skilurðu, við þurfum ekkert að kjarna þetta hérna. En mér finnst bara mjög systralegt að við séum með eitthvað árslangt drama. Viltu að ég gera það? Eða ég vil bara sleppa því? Nei, ég ætla ekki að leyfa þér að segja þetta því þú myndir örugglega segja þetta í meira dítelum en ég kæri mig Basically, við vorum öll saman fjölskyldan undir sama þaki í fyrsta skipti í mörg ár. Þar með tali ég og Lovísa ekki búin að búa saman síðan að þú veist, hvað varstu gömul? Eiginlega bara, þú veist, já, allavega, bara í 10 ár pluss eða eitthvað. 10 ár. Já, að minnstakosti 10 ár, sko. Mhm. En já, ég eitthvað verandi, þú veist, bara eitthvað svona ekkert að pæla í neinu, þú veist, sem, hvað ég segja, telst, eða flokkast undir bara rekstur á heimili, skilurðu, þú veist. Og bara eitthvað upplifði mig sem eitthvað character hire, skilurðu, og var þarna bara eitthvað fucking around, ekkert að pæla í hinn og þessu og ekki að hlusta á Lovísu, apparently, þegar hún var að segja mér að gera hitt og þetta og Þú veist, ég var búin að senda á þig líka. já, þú veist, ég átti að fara út í búð og eitthvað og var ekki að því og þú veist, ekki það að ég muni eitthvað eftir því að hafa viljandi verið að fara ekki út í búð eða eitthvað, þú veist, en ég allan að enda þetta ég gerði það ekki og jari og ég eitthvað var að fara í taugarnar á Lovísu og Lovísa bara snappaði bara.
og þú veist, ég viðurkenni það alveg, ég fór alveg yfir strikið. Ég fór yfir strikið af því að, þú veist, mér finnst þetta svolítið fyndið, af því að ég bara svona mentally ákvað að setja mig í gerfi Elvu sem ekki fyndið, en ég bara eitthvað svona, núna ætla ég að svara eins og Elva myndi svara mér, og þar fór ég yfir strikið og fór örugglega aðeins og lengra en Elva myndi fara, skilur við. Já, og við höfum ekkert rætt þetta neitt aftur. Jú, þú veist, Lovísa var að taka mig á þetta nema hvað að hún pakkaði einhverjum 30 árum af, ekki 30 árum, ég er ekki 30 ára, en þú veist, einhverjum x mörgum árum af skítköstum frá mér saman í eitt og tók bara rothögg með skítköstum á mig. Já, og ég fór yfir strikið, ég viðurkenni það alveg. Já, en mér bara finnst svo fyndið þegar að, þú veist, Telma náttúrulega bara bræður og hún greiði að vera að vitna þessu, var bara what the fuck is going on, skiluru, og svo náttúrulega voru við bara talandi saman næsta dag, skiluru, og hún var bara hvað, Elva, þetta er ekki eðlilegt, og ég bara svona, jú, þetta er eðlilegt ef maður á systir, skiluru. Já, greiði Telma. Fekk ekki bestu myndina mér. En, Nei. já, allavega. Og þú veist, Gunnar hefur heldur ekkert fengið bestu myndina mér, skiluru, þetta er bara svona þegar maður er maki systra eða eitthvað. Allavega, við að tala yngstu systkini. Já, tölum yngstu systkini. Ætli þú fallir ekki meira undir yngsta systkini svona í karakter, allavega meira en miðjubarn eða elstabarn? Jú, ég var eitthvað að lesa til svona systkina, þú veist, þetta er náttúrulega ekkert af þessu er eitthvað, þú veist, þetta er bara svona stjörnuspeki, sko, þú veist, það er ekkert af þessu. Það er náttúrulega bara tengist líka hvernig fólk er í grunninn. Já, en þú veist, að því að það er náttúrulega búið að reyna að rannsaka þetta ógeðslega mikið, en þú veist, þetta er ekkert áreiðanlegar niðurstöður, skilur við, þannig að það er ekkert hægt að segja neitt með vissu, þannig að þetta er áreiðanlega niðurstöður, en þetta er ekkert allir sem að passa inn í þessa mynd, en það er kannski heildin, þetta á við kannski svona heildamyndina, en þú er klárlega ekki típist miðjubarn. Nei, er það ekki. Sorry, ég ætla að segja eitt með miðjubörn, þú veist, ég tengi samt alveg svona, þú veist, ekki eitthvað í systkinaröðinni, en mér finnst samt alveg margt svona í æskunni minni varandi foreldrana vera eitthvað svona miðjubarnsdæmi, skilur við, bara eins og, þú veist, það að, þú veist, mér fannst aldrei vera komið að horfa á mig keppa, skilur við, út af því að það var eitthvað í gangi með Jönu eða, þú veist, þú varst kannski í landsliðsverði eða eitthvað svona þannig, skilur við. Já, en ég held bara að við erum það margar og mikið að gera, þú veist, eins og ég var ógeðslega móðguð þegar þið fóru til Danmörkur þegar ég var á síðasta NM. Ég bara, já, farið þið þangað, ekki koma að horfa á mig, eða þú veist. En svo núna er ég vaksin upp úr því, sko. Danmörkur? Þegar fórum með ömmu Ólu. Já. Þá voru ég bara eitthvað á síðasta NM. Ég vissi ekki eins og þú hafi verið á NM á sama tíma. Síðasta Norrlandamótið mitt og ég bara eitthvað, já, skemmtið ykkur í DK og ég er bara hérna með einu svið. En þú veist, ég held að það hafi miklu meira að gera með bara að við erum margar, skiluru. Já, en er það samt ekki, þú veist, parturinn af hverju, þú veist, miðjubörn svona gleymast innan gæsalappa út af því að það eru yngri og eldri börn, þú veist, það eru margir, það þarf að sinna, bla bla, og það svona gleymist einhvern veginn að, þú veist, er það ekki því meiningin með þessu, skiluru, að miðjubörnin gleymist út af því að það er eitt sem er elsta barn og svo er eitt sem er yngsta barn, skilju, elsta barn er að útskrifast eða gera hitt og þetta, skilju, á meðan að yngsta barn er að vera yngst, skilju, þannig að miðjubarnið er bara einhvern veginn roaming around. Já, gæti alveg, veist, átt við, en mér finnst meira dæmi sem þú tókst vera meira bara svona, veist, væntanlega ef það er yngra sískinni, skilju, sem það þarf að skuttla og gera græja, skilju, þá þarf að elta það í einhver mót. Ég er alltaf að reyna að taka hanskan fyrir mömmu og pappa eins og mikið og ég get. Já, guð, ég er ekki að meina þetta eitthvað svona til að skjóta með pappa, þú veist, ég og Hulda frænka, þú veist, sýsti pappa sem er miðjubarn líka, þú veist, við erum alltaf bara eitthvað, já, hvað segir þú, skilur, þú veist, svona, we bond on a different level, að þau verum miðjubarn, skilur, no shame to the parents, samt, skilur, áður nú veist að við erum Marel komin í þetta. Ég og Helga erum alltaf eitthvað, crashing out, djók. Ég er að grínast. En yngstu börn eru félagslynd, uppátækjasöm, fá lausara uppeldi, ekki abstrakt, tengi, fá oft meiri umbrölindi, meiri hjálp og eldri systkini pirrast á því. Nei. Af hverju mátt þú þetta en ekki ég? Já. Já.
við erum að tala að pabbi var oft sko bara fyrstur í röðinni að bíða eftir ég var búin á veisluballi. Ég var bara komin út og ég átti bara að labba beint inn í bíl. Það var búið, allir heim. Bara, Jana fekk örugglega bara gista á vinkonu og bara allir slagir. Þið náttúrulega bara bjugguð eða báðir í bænum, eða þú? Já, ég náttúrulega bjó í bænum allan á síðustu 2 árin í Vestló. Ég man líka, þú veist, þegar að Jana var á föstu og hún var bara eitthvað svona gista hjá kærastanum sínum, skilur við. Og ég var bara, býtu, ég mátti aldrei gista hjá kærastanum mínum og hennar aldrei, sko. Það var bara sótt mér frekar klokkan 5 nóttina, sko. Frekar hann að lifa mér að gista þess að 2 klukktíma og taka rútuna heim morgunin eða eitthvað, sko. Ég fekk einhvern tímann að gista og ég átti að gista í öðru herbergi og síðan á eitthvað svona á dínu inn í herbergi. Eins og það hafi eitthvað gert. Allavega. Já. En erst þú búin eða? Af því ég var með nefnilega, ég setti í chat aldrun á okkur öllum og sagði, skilur, basically. Þetta er sérst eiga í hotni en elvi. Þannig að tala okkur. Já, velkomin í chat, Elvi Fellsdóttir. Ég sagði basically, þú veist, ég var eitthvað svona beðan að útskýra eitthvað svona, þú veist, börn, skilur, miðjubörn og yngstu börn og svona bla bla. Og ég sagði, ok, hérna er aldrun á systrum mínum, skilur, hvernig er þetta? Og þú veist, þetta ánáttúrulega bara alls ekkit við, eiginlega. Og aldrun í dag eða þegar við varum litlar? Bara hvenær við fættumst, skilur, þannig að aldursbilið og allt þetta, skilur. Ég ætla bara að lesa allt og þú veist, sumt á við og náttúrulega sumt alls ekki. Og þetta er, í heildin er þetta 11 ára aldursbil, þú veist, á milli þín, þú veist, elstu og yngstu. Já, það kemur hérna eitthvað. Þetta er mjög stýr stigskipting, jafnvel þó að enginn vilji viðurkenna það. Elsta er óformlegur leiðtogi, miðjubörnin eru social glue, svo ég og Urður séum ykkur social glue, og yngsta er wildcardið. En þetta á við sem er að koma núna, mikil tryggð innbyrðis en líka miklar skoðanir og svo, þú veist, inn í svona gæsalöppum, við megum rífast en aðrir mega það ekki. Og mér finnst þetta eiga við, skilur við. Já. Þú veist, við megum segja ógeðslegustu hluti hvora aðra, en ef ég myndi heyra eða sjá einhvern kommentað á þig aftur, þá var ég bara mætt, sko. Og eins og ég sagði þér einhvern tímann að ég, þú veist, ennþá eitthvað drama hjá þér þegar þú varst örugglega 16 eða eitthvað. Og ef ég sé þessa mannesku einhvers staðar á samfélagsmiðlum, ég er bara eitthvað, djöfs fáti. Og þú ert ekki ennþá að hugsa það, sko. Já, þú veist, ég er með nokkra manneskjur blokkaðar á Instagram sem voru ekkert mann leiðilegar við Urði, en hún er búin að ná sættum við þessa manneskjur í dag, en ég vil ekki sjá þau, sko. En já, svo kemur hérna Lovísa og það er sko kóróna hjá þínu nafni. Chat setti kórónu hjá þér. Lovísa, elsta barnið, forstjórinn eða mínimamman. Það kemur bara þarna að svipa og þú varst að segja bara eitthvað svona ábyrgð, skipulög, tekur hlutunum alvarlega. Finnst eðlilegt að bera ábyrgð, jafnvel þegar enginn bað hana það. Finnst stundum eins og hún þurfa að halda utan hópinn og hefur sterkar skoðanir á því hvernig hlutinir eiga að vera. Ertu sammála þessu? Já. Og svo kemur eitthvað svona í systkinahópnum. Af því að allt þetta sem ég var að segja er eitthvað svona kenningar persónueinkenni. En núna, þú veist, þú í systkinahóp ert óformlegu leiðtogi, svo sem sér fyrir endan á þessu og getur orðið pirruð þegar hinar eru kærileysar. Það eru literally rifrildi sem voru mæga. Já. Ok, og svo kemur eitthvað svona ein setning, skilur ég ætti að sagði eitthvað svona, kottu með eina setningu hvernig eitt, skilur í systkinahópnum. Og þá stendur Lovísa fekk foreldrana í beta-versioni. Mega það sæns? Já, ég var náttúrulega bara prototýpan, skilur, það átti að pröfa allt á mér, skilur. Er ekki meina það? Já. Jú, það kemur diplómatinn hjá mér. Mér finnst ég alltaf vera diplómatinn, bæði á milli ykkar. Þú veist, ég er alltaf svona reyna að halda þetta góðum. Ef eitthvað gerist á milli ykkar, þá er ég að reyna að finna út úr því. Og líka ef eitthvað gerist á milli mömmu, pappa og okkar, þá er ég alltaf líka að reyna að finna að vera í miðjunni, skilur. Já, sérst, allt þetta sem kemur inn um mig á ekki við. Bara svona ég get sagt það fyrirfram. Þú ert ekki típist.
Já, ég er að segja að þú veist, ég er ekki típist miðjubarn af því að það sem stendur hérna kenningar persónueinkenni mitt er góði að lesa stemningu, jú, kannski alveg lagfærir milda, ég lagfæri hluti og ég mild og ég tengi fólk saman, þú veist, could not be more wrong, sko. Finnur sér identity utan systkinahópsins, þú veist, veit ekki hvað það á þýða þannig séð, skilur. Þú veist, við erum ekki The Kardashians, ég er alveg með identity. Nei, mér finnst þú samt þetta óvið bara að þú ert alveg með ógeðslega stóran vinahóp, svona eiginlega stærstan á okkur öllum. Þú veist, er þetta ekki eitthvað að finna þér þitt identity einhverstað annars staðar, er ekki verið að minna það? Jú, örugglega. Svo kemur eitthvað, getur verið bæði sjálfstæð og pínu ósýnileg. Ok, allavega svo kemur hérna í systkina á hópnum, þetta er náttúrulega bara insane fyndið hvað þetta er mikið bull, en það stendur tengiliðurinn. Ert þú tengiliðurinn? Svo sem skilur allar hliðar, já, það stendur í þessi tengiliðurinn. Já, nei, þetta er bullshit. Já, svo sem skilur allar hliðar. Ef það væri komma eftir á punktur, þá væri þetta kannski rétt, en in the moment þá skil ég ekki allar hliðar. Ég skil alltaf bara mína hlið to begin with. Og svo er líka oft svo sem fær fólk til að hætta að rífast. Já, ok. Þetta bara, já. Ég er sérst ekkit af þessu. Ekki það, þú veist, það er ekki það að ég sé eitthvað anti þetta. Ég er ekkit eitthvað að fá fólk til þess að rífast, en ég er bara, þetta einkennir mig ekki. Þú veist, ég er ekkit eitthvað áberandi típan sem að stoppar fólki að rífast, sko. The root of all our problems. Já. Svo kemur hérna setningin mig, Elva er manneskjan sem allir tala við, en enginn spyr hvernig henni líður. Okay, we move. Urður, miðjubarn númer 2. Hún er svarti sauðurinn, / heimspekingurinn. Það er alveg hægt að færa rauk fyrir því að þetta er alveg að mikið bull og mitt, sko. Já. Hjá henni er einkenni, þú veist, kenningar persónueinkenni er meira sjálfstæð, spyr spurninga, challengear hlutina, finnur sér sína eigin braut, getur verið bæði djúp og pínu rebel. Auðvitað er þetta bara kenningar og ég get nú alveg sagt við að þú veist, ekki það að ekkit af þessu eigi ekki við urði, nei, þetta á tvöföld neitun, hvernig segir maður þetta? Þú veist, það er alveg hellingarna sem á við urði, en ekkit af þessu lýsir henni, fattar mig, maður myndi aldrei nota þessi orð til þess að tala hana, skilur við. Já, þetta er ekki top of the list. Já, og svo í systkinahópnum þá er það svo sem passar ekki alveg inn í kerfið. Ok, þetta er náttúrulega, getur verið ósammála. Hvað? Bara, þú veist, mér finnst þetta komið svo illa út af, þú veist. Já, ég veit það. Þú veist, chat veit ekkert fjölskyldunsöguna, sko, þannig að þetta er alveg weird að þetta sé að segja það. Getur verið ósammála bara til að vera ósammála. Það þurfum ekki taka þetta inn á sig. Nei. Og hún bara, ef hún tekur þessu inn á sig þá má hún bara eiga það við ChatGPT, sko. Getur verið ósammála bara til að vera ósammála, já. Oft mjög skýr sín, bara ekki alltaf mainstream. Þú veist, ég veit ekki alveg hvað það á að segja. Svo kemur setningin hana. Þú veist, by the way, ég skrifaði ekkert okkur nema hvaða ár við fættumst, sko. Þannig að þú veist, ég veit ekkert, þú veist, en það er mitt algjört bull og þú veist, Urðar er líka basically algjört bull. Hennar setning var sem sagt, Urður er miðjubarn sem ákvað að taka ekki þátt í keppninni. Bara svona, hvaðan er þetta að koma? What the hell? Ok, Jana, yngsta barnið, og hún er maskottinn eða entertainerinn. Þú ert það? Já, mér finnst Jana já, ég er þetta. Jana er ekkert eitthvað svona yngsta barn dæmi, allan að með við svona þessar kenningar persónueinkenni. En kenningarnar hjá henni eru ófeimin, fyndin og óhrædd. Vön að fá athygli, meira frístæl í lífinu, minni pressa, meiri persónuleiki. Ok, whatever. Í systkinahópnum fær að sleppa með meira, kveiki hlátur, tekin bæði mjög alvarlega og alls ekki. Þú veist, þetta, já, eins og ég segi, þetta er ekki eitthvað svona on the top of the list til þess að lýsa henni. Mér veist, Jana miklu meira að vera eins og elsta barn. Hún bara fættist einhvern veginn annir. Hún var alveg dekurauð og alls konar en bara er ekki að sjá á henni einhvern veginn. Jana hefur bara alltaf verið, þú veist. Angel child. Hún er samt alltaf litla barnið, skilur við. Já. Já.
alltaf litla barnið en samt, þú veist, er ekki yngsta barn, basically, í persónuleika. En já, setningin hennar var Jana ólst upp við reglur sem voru orðnar tillögur. Ég fatt ekki alveg hvað það þýðir. Eitthvað sem var reglur hjá mér, þú veist, bara ógeðslega strangt eða kannski bara svona, já, það væri alveg næs og verið komin heim klukkan 10. En ef það var eitthvað skemmtilegt, þá bara hringir í okkur. Já. Og svo bað ég að tala samböndin. Sorry, má ég segja eitt? Já, sorry, kláraðu. Ég held að það sé ógeðslega típist svona elstu barnadæmi. Ég heyrði stundum mamma og pappa segja eitthvað svona, Jana, þú verður að vera komin heim klukkan þetta. Og síðan heyri ég Jönu kannski hringja og ég er svona hliðin á mamma og pappa í sófanum eða eitthvað, við erum að horfa á eitthvað. Og Jana spyr eitthvað svona alveg, við erum hérna á Ungó, má ég vera aðeins lengur? Og ég hugsaði strax bara eitthvað, nú mun Jana fá bara eitthvað hart nei. Ég hugsaði bara svona hvað ég myndi fá, ég fattaði ekki. Og það var bara, já, elska mín, eitthvað svona alveg, já, er ekki bara gaman, er ekki bara allir góðir? Ég sitt þarna bara í áfalli í sófanum, bara hvað meinar? Já, bara útivistarreglunar eru þá þeng, sko. Já, ég að fá eitthvað móral, heyrðu, hvað var öggan kemur? Mamma og pappi bara eitthvað, nei, ædolið er í gangi. Tjók. En hvað ætlaði að segja? Já, en já, ég ætla að segja, þú veist, eftir þessi svör frá chat, þá sagði ég honum að lýsa, þú veist, systkina samböndunum, skilur við, hvernig það lýsir sér hjá okkur, þú veist, eins og allir þessi hlutir væru bara réttir, sem hann var að segja. Og Lofís og Elva, það kemur leiðtogi pluss diplómati. Þetta er svo ekki kæftaði. Mikil virðing. Já, mikil virðing, Lofísa, okkar á milli. Og smá svona, ég veit betur versus ég skil alla. Já, og það stóð, þið eruð teymið sem að gæti rekið fjölskyldufyrirtæki. Stendur. Aldrei, við erum sko rétt svo að komast í gegnum 10. þáttin og það er alltaf springur í lofti. Nei, samt ekki, þú veist, ég er samt bara ánað að við töluðum þetta, to be honest. Lofís og urður, reglur versus sjálfstæði, getur orðið smá tókstreita, báða sterkar, bara ólíkar leiðir. Þið rífist ekki oft en þegar það gerist þá er það djúpt. Já, ég vil bara ekki kommenta á þetta fyrir að við tökum allar þáttin saman. Já, Lofís og Jana, mín í mamma pluss yngsta barni, verðnandi samband, smá svona, þú skilur ekki lífið ennþá. Þú veist, frá þér til Jönu. Lofísa vill passa og Jana vill lifa. Eins og Jana sé eitthvað wild child. Elva og urður, djúp tenging, skilja hver aðra án mikilla orða, bæði smá outsiders. Þið eigið bestu one-on-one samtölin. Já, allana, we move. Elva og Jana, mildi pluss chaos. Elva skilur Jönu og ver hana. Jana treystir Elvu. Elva er safe space. Jana er energy. Þetta er síðasta AI hotn hjá Elvu. Já, ég veit. Ég náttúrulega bara er ekki hægt að gera AI þegar það tengist einhverjum persónulegum, sko. En já, urður og Jana, rebel pluss entertainer, kreatíft samband, smá við gegn hinum. Þú veist, kannski eru Jana og urður með eitthvað við gegn hinum samband. Bara svona boomers og Gen Z. Og endi þetta bara á toppnum. Já, endi þetta bara á toppnum. Þið eru dúó sem að gæti annarkvort stofnað bandið að flutti Berlínar, stóðum Jönu og urði. Og mér finnst það bara, þetta kristallar hversu mikið bull þetta allt er. Þú veist, af því að ef einhver myndi segja við mig að Jana og urður væri að flytja saman til Berlínar, ég myndi án jokes bet my life og nýtt að það væri bull, sko. Já. Ef enda smá spurningum sem ég á með. Þú mátt svara fyrst og ég segi hvort ég sé sammála eða ósammála. Ok, hraðspurningar. Þetta er milli mín og þín, sko. Hver er líklari til að muna afmæli allra? Þú. Já. Hver er líklari til að stressa sig við vandamáli sem er ekki til? Þú. Hver er líklari til að taka stjórn í krísu? Þú og ég, skilur við fyrir eftir hvort við erum saman í þessari krísu eða ekki. Já. Ég redda þessu típan. Ég. Ok.
Hvor er Nei, líklegur til býtu, ég var að miskilja. Ég var að hugsa þetta svona að þetta reddast. Nei, Ekki ég reddi þessu. já, ég var líka bara að þú varst að you Já, went on a whole tangent að það væri svo mikið ég að vera eitthvað að græja bara að vera fúl yfir að því var ekki græja allavega. Já, ég veit. Ég miskildi spurninguna. Ég myndi segja þú. Hver er líklegri til að vera sáttasemjari? Þú. Af hverju er þetta allt ég? Þetta er bara random. Voru það bara spurningur þig? Eða? Nei, þetta var reyndar, fyrstu spurningan voru eitthvað svona sem væri meira eldri sískinni og þetta er núna í miðjubarnaflokkinum. Fara út úr rifrildi á þess að taka hlið. Take a side. Báka það er erfið spurning út af því að ég skil ekki. Þú veist, er ég að rífast við eitthvað eða er ég að labba inn á rifrildi milli tveggja aðila? Já, ég held að það sé bara hvoru, sko. Við getum ekki verið eitthvað unbiased, við verðum alltaf að velja einhvern til þess að... Já, ég verð að taka hlið, sko. Okay. Hver er líklega til þess að vera fyndnastur í hópnum? Að fyndnast. Ég. Hver er líklega til að finna sig ekki alveg? Örugglega ég. Ok, núna erum við svona yngstu systkini. Hvor er líklega til þess að sleppa með eitthvað bull? Ég. Hvor er líklega að vera sein? Ég. Hvor er líklega að biðja hjálp fyrst? Já, örugglega ég. Eða hvað, ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki, ég skil ekki alveg spurninguna. En hvor er líklega til þess að segja ég vissi þetta ekki? Já, ég vissi það ekki, ég veit ekki alveg hvað það á að því að. Ég veit allt. Já. Hvor er líklega til að byrja rifrildi? Ég. Hvor er líklega til að enda rifrildi? Líka þú? Já. Hvor er líklega að halda utan fjölskyldutengsl? Já. Þú. Já, come on, give us nothing. Þú. Ok, ég veit ekki hvernig við náum að klippa þetta saman. En við vonum bara að besta. Og ég sé fyrir mér hvernig við getum klippt þetta. Ég get bara gert það, skilur, ef þú vilt. Ég get séð að klippa þennan part og þú getur klippt restina af þettinum. Það er að delete for good að það sé engin ummerki þetta spjall okkar. Já, nei, þú mátt nú alveg horfa á þetta aftur ef þú vilt, sko. Ég ætla ekki að horfa á þetta aftur. En allavega takk samstarfsaðilar og já, við erum bara hérna til þess að vera mannlegar og vonandi var þessi rússíbanaferð í lagi fyrir fólk að hlusta á margar systur kannski triggered en við erum góðar, það ekki? Og örugglega margar systur triggered. Jú, alltaf góðar. If you don't support us, no. If you don't support us when we're down, don't support us when we're up. Já. Og allir að segja vinum sínum frá hlaðvarpinu, sérstaklega allir sem eiga systur. Og já, allir velkomnir og við erum með Facebook-grúpu, við erum með Instagram, við erum með TikTok. Við erum með YouTube, ég er búin að gleyma að setja allt inn á YouTube, ég held ég 2 þættir sem ég á eftir að setja inn, so sorry ef þið eru fyrir að hlusta á YouTube. Já. Ég bara eitthvað, það er svo margir að horfa, þú veist, það er bara eitthvað 100 views á YouTube og ég er svona, En svo fattaði ég, það er náttúrulega ekki allir með Spotify, þú veist, premium og það, þú veist, ég veit ekki hvernig virkar að horfa á þetta ef maður er ekki með það. Já. Held áfram að setja inn á YouTube. En já, allir að followa eða subscriba, love you guys. We love you.